og þá ætlum við að tala aðeins blindun. En blindun er eitthvað sem við notum til að koma í veg fyrir rannsakandabjaga meðal annars, en rannsakandabjagi verður þegar væntingar rannsakanda áhrif inngripsins hafa áhrif á mælingarnar á viðfangsefnunum. Og þetta þarf alls ekkert að vera svo að rannsakandinn er að reyna eða er óheiðarlegur á einhvern hátt, en þetta bara það að rannsakandinn svona hafa einhverja væntingar að það gæti bjagað niðurstöður. Nú, lyfleysa, hér höfum við annað hugtak, placebo á ensku, eða já, það reyndar lyfleysu áhrif, placebo-effekt. Það er sérhvert inngrip sem viðfangsefni telur ranglega að sé inngripið sem mæla á. Ég skal koma með dæmi þetta rétt hérna á eftir. Og lyfleysu áhrifin, það er munur á mælingum viðfangsefna sem við sjáum fyrir og eftir lyfleysu inngrip. Það köllum við sem sagt lyfleysu áhrif. Þetta er til dæmis mikið notað í lyfjaþróun að ef, og þetta hefur verið sýnt fram á, að ef viðfangsefni telja virkilega að það sé verið að hjálpa þeim, ég tala nú ekki þegar það sem mælt er einhver tilfinning hjá viðfangsefnunum, sem svo einhver gefið þér höfuðverk og svo átt þú að segja hversu mikið gefið þér lyfið höfuðverk og þú átt að segja hversu mikið höfuðverkurinn þinn annarkvort batnaði eða mögulega versnaði. Bara það að hafa tekið þetta lyf, það hefur verið sýnt fram á það hefur virkileg áhrif. Þannig að þegar verið er að prófa svona lyf, að þá er það oft svo að hluta af hópnum er gefin lyfleysa, sem í rauninni ekki virkt lyf, og hluta af hópnum fær raunverulega lyfið. Og hér sjáum við, hugsum okkur hér, segjum að þetta sé hópurinn sem fékk lyfleysuna og lyfleysuhópurinn, niðurstaðan er sú að frá þessum hóp að lyfið, ef við tökum það sem dæmi, hefur einhver áhrif. Í hópnum sem fékk lyfið, það er áhrifin jú meiri, en mismunurinn á þessu væri þá raunveruleg áhrif lyfsins. Restin væri lyfleysu áhrif. Nú, hér koma enn fleiri hugtök, innblindar og tvíblindar rannsóknir. Tvíblindar rannsóknir, þá er bæði rannsakandinn og viðfangsefnin, þau eru blind hvað varða inngripið. Það er að segja, rannsakandinn veit ekki hvaða viðfangsefni fengu í rauninni einhvers konar inngrip, hvort það sé lyf eða eitthvað annað, eða urðu fyrir einhvers konar inngripi, og sjálf viðfangsefnin vita það ekki heldur. Innblindar, að þá er annarkvort aðeins viðfangsefnin eða rannsakandinn sem vita ekki hvaða inngrip viðfangsefnin hlutu. Þetta fyrir ekki ég ætla að bæta hérna við, það að notast við blindni og við viljum, ef hægt er að koma því í kring, setja tilraunir okkar þannig upp að þær eru tvíblindar og þá með því erum við að koma í veg fyrir sem sagt þennan rannsakandabjaga og þessi hérna lyfleysu áhrif. Eða getum leiðrétt fyrir því. Nú, ályktunartölfræði. Ályktunartölfræði snýst að draga ályktanir þýði út frá rannsóknum á úrtaki. Því fleiri mælingar sem við höfum, því líklega er að við getum alhæft þýðið og meginreglan er svo að því fleiri mælingar því betra. En við höfum ofta ekki hvorki tíma né peninga til þess að safna mælingum, svo við þurfum einhvern veginn að gera þetta á svona skynsaman hátt.